þorpið í, velkomin sértu þorpið í, velkomin þorpið í. Stöndum upp fyrir Þórsara, Þórsara, Þórsara. Stöndum upp fyrir Þórsara, upp fyrir Þórsara. Gamla góða stefið. Steinar Logi Rúnarsson, stórþjálfari, 7. flokki kalla, velkomin. Já, takk fyrir það. Steinar, þetta þegar maður horfir hérna yfir þennan hóp, þetta fríður hópur ungra drengja, mjög fjölmennt. Þetta hlýtur að vera ofboðslega gefandi að vera með svona stóran hóp af krökkum. Já, þetta glæsilegur hópur. Þeir eru 40 núna á æfingu, þannig að þetta telur svona í kringum 40 yfirleitt hjá okkur. Ég held að sé svona 50 á skrá en mætir svona yfirleitt 40 og núna erum við loksins komnir út, búin að vera inni lengi og það er gott að komast út og það eru Vestmannaeyjar í næstu viku, þannig að það er mikið líf og mikið fjör hérna hjá okkur í 7. flokki. Ég er ekki komin spenningur í strákana sjálfa, þetta eins og bara HM fyrir þá að komast til Eyja. Það er alveg hárrétt, þetta er svona lítil heimsmeistarakeppni fyrir þá og mjög gaman að fara til Vestmannaeyja og að mínu mati besta og skemmtilegasta yngri flokkamótið, þar sem að fyrstu 2 dagarnir fara í rauninni bara í það að raða niður í riðla, í riðla fyrir sem er sem sagt keppni á sunnudeginum sko. Þannig að 15. og 1. daginn farið það bara að spila sig upp einhver ákveðni deildir og laugardagurinn þá til þess að keppum bikar eins og við tölum sko. Svona svipa eins og var gert hér á sömu góðamótum að spila fyrst til þess að raða eftir í styrkleikum. Mikið rétt. Nema í þessu er þetta einhvern veginn miklu stærra og meira heldur en góðamóti sko. Og eins og við tölum lítil heimsmeistarakeppni, þannig að það er bara allir spenntir og glaðir. Ég sé nú glampaði í orðum á Steinari sjálfum þjálfara. Þú orðið spenntur? Já, ég var mjög spenntur. Ég fór ekki fyrra og ég bara lagt til að fara út í Eyjuna. Segðu mér hérna, er mikill munur, við erum búin að heimsækja til dæmis 7. flokk, svolítið stökk. Hvernig að þjálfa munun sem sé á 7. flokki og 7. flokki? Það er smá munur, þeir eru náttúrulega í 7. bæði 7. og 8. þá er þetta svona mikið kannski leikur og hérna, þeir eru svona yngri, hérna er orðin svona stærri og þroskari og kunna svona þessar grunnreglur sem er alltaf hamrað á aftur og aftur í 7. flokk, þannig að þeir eru orðin svona aðeins eldri og já, ekki að segja skemmtilegri. Og móttækilegri fyrir svona flóknari uppsýningum. Já, nákvæmlega. Þeir taka öllum útskýringum frá okkur bara mjög vel. Já, þetta er náttúrulega, eins og maður sér, þetta eru alveg ægilegir orkuboltar, þið þurfum náttúrulega að vera ansi vel á tánu til að halda þessu saman. Já, það er líf og fjör hjá okkur, það verður að vera, en við erum líka nokkru þjálfarar, við erum við erum 3, við erum 3 og svo eru 2 ungir með okkur, en við erum alveg 5 þjálfarar með 40 manna hóp, þannig að það er bara mjög flott. Þetta það er pláss fyrir fleiri ef einhverjir horfa á þetta viðtal og þetta myndband, ef þeir vilja senda krakkana, það er alveg pláss fyrir fleiri. Já, bara endilega að drífa sig, bara mæta á svæðið og fá nánari upplýsingar og tímataflan búið að auglýsa henni í dagskráni, hún er sennilega ekki lengur en bara mæta á svæðið með krakkana og endilega setja þau hérna í holla og góða hreyfingu. Og náttúrulega svo bara koma heim að sína því að það náttúrulega hægt að sækja upplýsingar hvernig eru æfingar fyrir hvern aldurshóp. Já, ég tala nú ekki um heimasíðuna sko, menn ég að fara á hana allavega einu sinni á dag. Steinar, ég sé að þetta má ekki vera tefja og lengi þegar þið eru náttúrulega að undirbúa þetta stóra mót, en áðurinn ég sleppir hvaða fleiri mót en sjálfmót þið farið á? Þeir voru á Nikolásmótinu núna í síðustu viku og svo er Íslandsmót í gangi. Og svo held ég að það sé króksmót líka í ágúst. Þannig það er nóg að gera framöndan? Það er nóg að gera. Steinar, ég ætla ekki að tefja lengur og gangi ykkur vel. Já, þakka þér. Stödd á æfingu hjá 7. flokki kalla.
Þetta eru miklar hetjur, þessi strákar, þið eru að fara á sjálfmót. Það er rosalegt mót. Já, það er skemmtilegt. Hvað heitir þú? Viðar? Hefurðu komið til Vestmannaeyja? Já. Ekki þá á svona mótið það? Nei. Bara svona sem í öðrum erindigurum? Já. Að fallegt eigum? Já, mjög. Hvað heitir þú? Arþór. Hefur þú komið til Eyja? Nei. Og þú heitir? Bjarni. Bjarni, ert þú búinn að æfa lengi fótbolta? Já. Og hvaða stöðu æfirðu? Miðji og kant. En þú, hvað heitir þú? Kári. Ég hann hafði ekki að sagt það, stendur svona flottu stöðum á peysunni. Kári, ert þú búinn að æfa lengi fótbolta? Nei. Ertu þið nýbyrjar? Eiginlega. En hvernig finnst þér að æfa fótbolta? Gaman. Þetta er eitthvað sem að enginn ætti að missa af kannski. Já. Hvað finnst þér skemmtilegast við fótbolta? Spila. Er eitthvað leiðilegt við fótbolta? Nei. Strákar, Eyjar, þetta stóra mót. Það er náttúrulega komið mikið spenningur í ykkur. Já. Eru æfingarnir eitthvað öðruvísi fyrir þetta mót heldur en önnur mót? Ég veit það ekki. Já, æfa sér í sjömannabolta eða svona. Já, þið eru að fara að spila í sjómannabolta þarna? Já. Þannig að þetta er gríðarlega stórt og mikið, hvað verið lengi? Veistu það? Við verðum að spila í 4 daga en það er 5 dagur sem. Já, 1 dagur. Svona auka? Já. Er þá ekki hægt að sofa að spenningi? Jú. En hvernig eru búin að búa ykkur í dag? Hvernig heldur ykkur eigi eftir að ganga? Bara vill. Er stefna sett á toppinn? Já. Er það alltaf? Já. Strákar, eru að fylgjast með HM? Nú er HM í fullu gangi. Já. Hverju haldið að vinni HM? Brasilía. Þú ert ekkert búin að mynda ákveðna skoðun á því? Nei, ég er ekki alveg viss. Hvað er þú? Brasilía. Og þú sagði Brasilía áðan? Já. Hvað heldur þú? Brasilía. Eru þeir bestir? En hérna strákar, en við... Hollandi best. Hollandi bestir? Já. En við erum við erum Þórsarar. Já. Og hvað segir við þá? Áfram Þór? Já. Já. Vil ég senda svona skíðalubóð? Áfram Þór? Já. Strákar, takk fyrir og gangi ykkur vel á sjálfmótinu. Takk.